Þetta hrein andleg málefni byggð á rökréttum og vísindalegum meginreglum, andleg málefni án dulspeki eða dóma. Andleg málefni eru ekki trúarbrögð. Það orsök fyrir öllu. Þetta hinn alheims sannleikur sem passar vel við þau náttúrulögmál og óbreytanlegu lögmál sem stjórna öllu. Þetta bein og raunveruleg leið til að tengjast ljósöndunum, verum hinna þróaðu heima. Þú þarft ekki lengur að sækja musteri, þú þarft ekki lengur að fara að heiman, þú þarft ekki lengur að krjúpa, velta augunum eða gera nokkuð annað. Við erum holdgervingar andar, hlutar af hinni vitsmunalegu meginreglu, þeim sköpunarkrafti alls sem almúginn kallar Guð. Andleg hreinsun iðkun til gagns fyrir andan. Það verður að gera á ákveðnum tímum og með agaðri hætti. Þess vegna þarftu að ákveða sama tíma dags til að iðka andlega hreinsun. Á sama tíma á morgnana, síðdegis og kvöldi. Það í lagi ef þú missir af tímanum. Þetta bara til að stýra lífi þínu á agaðan hátt og fá sem mest út úr þessari iðkun. Þú þarft að fylgjast með orðunum sem töluð eru við andlega hreinsun. Ímyndaðu þér kastljós, hátt fyrir ofan, sem skín sífellt sterkari. Þetta það sem gerist á astralplaninu þegar við framkvæmum andlega hreinsun. Fyrsta geislunin kallast geislun að hún fyrsti hluti andlegra hreinsunar. Þá kemur geislun B sem sá hluti þar sem við endurtökum í 5 mínútur. Og við klárum með því að geisla á æðra geðsviðið, eina á mikinn fókus og eina á geðleiðtoga andarhyggjuhreyfingarinnar. Ef þetta í fyrsta skipti sem þú gerir andlega hreinsun ráðlegt að gera það í 10 mínútur og gera það í 3 vikur. 10 mínútur í senn. Og eftir 3 vikur, gerðu það í 5 mínútur. Þetta mikilvægt til að kynnast og styrkja þig við nýjar orkur. Það algengt að þú dreymir dökka drauma í fyrsta stigi, þar sem það merki breytingar á orku. Þegar þú ert í umhverfi þar sem ríkir ruglingur, óreiða, örvænting, sársauki, óvissa, ótti eða skelfing, vertu þá rólegur, lyftu hugsunum þínum hátt upp í æðra geðsvið og gerðu andlega geislun B. Sálræn hreinsun andleg hreinlæti sem andlegt bað. Það frelsar okkur frá þunglindi, svefnleysi, skuggasjón, brjálæði, fíkn, kvíða, svefngöngum, galdrum, sambúðarslitum, slysum, reiði, streitu, hatri og mörgum öðrum vandamálum. Þú ættir ekki að loka augunum þegar þú iðkar sálræna hreinsun, né heldur ættir þú að krjúpa. Og þú getur gert það andlega þegar umhverfi leyfir þér ekki að gera það munnlega. Þú þarft að skapa friðsælt umhverfi til að iðka sálarhreinsun. Engar frábendingar fyrir því að iðka sálarhreinsun, en við verðum að hafa í huga virðingu fyrir æðri öndum. Hátt upp í efri astralpunktinn og framkvæmið andlega geislun B 2 eða 3 sinnum eða oftar ef þú kýst það frekar, en ekki gera þessa iðkun sem bæn. Andleg hreinsun ekki bæn eða trúarleg tilbeiðsliðkun, ekkert með það að gera. Þetta vissulega tenging andans við herra astralhimnuna, sem ljósandar, svo til þess að þetta virkilega skaltu fylgja leiðbeiningunum sem ég gef þér. Hugsaðu ekki óhefni eða eymd, geisla ekki af samúð, iðrun eða sorg, geisla ekki af neinum bænum. Æðri andar vita nú þegar hvað við þurfum, þú þarft bara að fylgjast með orðunum sem þú segir á meðan þú framkvæmir geislunina og þú þarft að skapa ímyndunarafl ljósfókus sem umlykur þig og styrkir þig, það veltur allt á hugsunum okkar. Hvernig á að hugsa það verður? Byrjum nú á andlegri hreinsun.
Til æðri astralsins. Mikill sköpunarkraftur með áherslu. Við vitum að lögmálin sem stjórna alheiminum eru náttúruleg og óbreytanleg og allt háð þeim. Við vitum líka að það í gegnum nám, rökhugsun og þjáningar sem spretta af baráttunni gegn slæmum venjum og ófullkomleika að andinn upplýsist og nær meiri þróun. Vissum það sem við verðum að gera og beitum frjálsum vilja okkar í þágu góðs, geislum við hugsunum til æðri anda, svo að þeir megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Að hinum mikla fókus. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Til æðri astralsins. Frábær fókus, líf alheimsins.
Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Að miklum fókus. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Til leiðtoga astralandlegra hreyfingar. Frábær fókus, líf alheimsins. Hér erum við að geisla hugsunum til æðri anda, svo að þau megi umvefja okkur ljósi sínu og vökva og styrkja okkur til að uppfylla skyldur okkar. Við gerðum bara sálarhreinsunina. Hafðu hugsanir þínar alltaf háar, hugsanir gott og kærleika. Áminning, andleg hreinsun ætti að fara fram í 5 mínútur. Ef þetta í fyrsta skipti sem þú gerir þessa æfingu, gerðu það í 10 mínútur og fylgdu leiðbeiningunum sem ég útskýrði í byrjun. Þakklæti.